þetta Blackout með Breathe Carolina. Hressandi lag hérna á ferð, en það þátturinn FM 95 Blöð sem hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. Björn Bragi, hann ekki með mér á þessu sinni, hann staddur á Húsavík held ég og í hans sæti situr engin önnur en Anna Svava, vertu velkomin. Takk fyrir, kærlega. Hvað segirðu? Hvað Björn Bragi að gera á Húsavík, segirðu? Ég veit ekki, held hann sé að taka upp fyrir sjónvarpsþáttinn sinn Týnda kynslóðin. Já, hann í vinnu, já. Já, ég held að sé eitthvað þannig. Þannig að hann gat ekki verið með mér í dag, en hún Anna Svava ákveðið að hlaupa í skarðið og ekki fyrsta sinn sem að þú mætir nú í þennan þátt. Nei. Þú nú að vera ansi vön. Það líka alltaf jafn skemmtilegt. Já, það verður mikið fjör hérna hjá okkur í dag og það sem framöndan dagskrárliður eins og hvað að gerast í Barnalandi, netmisnotkunin og svo ætlum við líka að skoða eins pókin hennar Önnusvöfu. Mikið verið að póka hana? Já, eitthvað. Það dettur inn. Já. Mætti vera meira. Já, hvenær fékkstu svona þitt síðasta pók, manstu það? Það svona nokkra vikur síðan. Já, þegar þú sér til dæmis, þú ferð þarna á actions eða hvað sem þetta heitir þarna og sérði eitthvað, you have been poked, farði eitthvað svona, vel gert. Já, Ertu stolt? Nei, ég fer að tjekka hver póka mig. Já. En yfirleitt það einhverju sem ekki vinir mínir og það kennst ekki inn á prófælinu þeirra og... Já, getur ekkert skoða? Nei. En getur hugsað að byrja með strák eftir hann að pókaði? Fyrir eftir hvað það Já, en segjum til dæmis að við ætlum nú að ringja í einhverju einn eftir sem hafa verið að pókaði, bara fara inn á já.is og skrifa hérna nöfnið þeirra. En til dæmis ef einhver sætur strákur sem þekkir ekki neitt, myndi pókaði og þú myndir svona, kíkja á prófælið og segja bara, þetta nú allt í lagi. Myndir þú senda honum eitthvað þá, skilur? Ég myndi kannski póka hann tilbaka. Já. Og ég myndi allavega samt, ef við myndum byrja saman, þá myndi ég ekki segja henni frá því að við höfum kynst gegnum pók. Nei, það eitthvað sad. Já. Hvernig kynntust þið? Ég vorum að póka hvort annað á Facebook, ákveðu svo að vera í bíó. En kannski virkar það, ég veit það ekki. Nei, við ætlum að tjekka því eftir. Við ætlum að ringja hérna í einhverja nokkra strákar sem hafa verið að póka hana Önnusvöfu og það eru örugglega nokkrir hérna úti núna sem eru byrjað að svitna. Bara, shit, póka ég hana. En við ætlum að svona tjekka hvað menn vilja meina með þessu. Svo líka hvað að gerast í Barnalandi og það nú ein saga þar sem við erum að fara að lesa hérna eftir sem sláandi. Já. Vægast sagt. Já, ég í hálfgerðu sjokki eftir þetta. Já, en virkilega skemmtilegt og líka það gaman að sjá oft inn á Barnalandi hvað fólk duglegt að hjálpa hvort öðru með skemmtilegum kommentum, svona uppbyggjandi og... Auðun, hefur þú einhvern tíma að prófa að googla þig á Barnalandi? Googla mig að séð hvað verið að skrifa mig á Barnalandi? Já. Nei, en systir mín, hún stundum inn á Barnalandi, sko. Já. Hún var með alltaf eitthvað link þar og hún stundum bent mér á ef það er eitthvað verið að ræða mig. Það rosalegt. Verður ekki leiður í hjartanu að lesta eitthvað svona umleitt þig? Það svona inn á Barnalandi? Já, þetta svona, það misjænt, það fyrir eftir hvað það sko. Þetta oft tengt í að við vorum kannski ekki alveg bestu influence fyrir börnin, sko, við Sveppi. Þetta oftast eitthvað þannig, sko. Og veist, að vera fólk brjálega við hvað vorum að gera í þættinum, sko. Já, mikið, þegar ég var Fransína Mús, það var mikið verið að tala Þegar þú varst? Fransína Mús í stundin okkar. Já. Það var mikið verið að tala mig á Barnalandi. Og mér varst að, ég tók það mjög inn á mig. Það var að rakka það niður, eða? Músina, sko. Það var ekki ánægð með Fransínu? Sumur eru ánægðir og sumur ekki og rífast það og... Hefur þið farið einhvern veginn í Fransínu músbúningin áður svo setja stundin okkar? Já. Já. Hvað varst að gera? Ég fór á svona berlesk, ég veit ekki, svona kvöld á einhverju skemmtistað og Fransína kom og skemmti og endaði með að Fransína strippaði. Það ekkert annað. Það ekki eins og sem verið að láta að heyra það á Barnalandi. Svo við náttúrulega að fara í leikskóla og svona. Nei, það var ekkert verið að tala það var nú bara enga samkvæmi. Já, ég skilji. Ég skilji, herði það allavega, það þéttur þáttur framöndan hérna hjá okkur. Annars ég ætla eins og að byrja á lagi sem gríðarlega vinsælt í þessum þætti og enn Why I Love You, Jay-Z. Já, Why I Love You, þeir að hlusta hérna á FM 95 Blöð á FM 957 Ötti og Anna Svava með eitthvað til 6 í dag og ég að vera kvefaður, ég að vera hálf veikur. Í alvörunni? Já. Ég er búin að vera veik. Er það málið? Kannski hósta ég á þaðan. Já. Er það málið eða? Er það málið? Ertu búin að smita mig? En herru, hvað varst að segja mér hérna áður en fyrir mig slúður? Er strax búin að póka 3 eða 4 sinni síðan þátturinn að byrja? Já, bara meðan ég var að tala fékk ég 3 eða 4 pók. Já, og hvað var líka að vera að senda þér? Eitthvað ástaljóð? Já, og eitt, já. Nei, hvað? Já, byrju, ég ætla að lesa, þetta farið tölvan svolítið hæg. Já. Ég fekk semst bréf í innhólum mitt. Bréf? Ok, já. Já, hvað, skilabóð. Já. Sæta mætti útvarpið, átti eftir að póka mig. Þú ert eins og falleg perlaði skél sem geislar á gleði, öryggi og hlýju. Næs. Það ertu komið með einn vel romantískan maður. Þetta eitthvað sem getur verið að skoða. Er hann myndalegur?
Já, þú veist, ég ætla ekki Þú veist hann að hlusta, sko. Já, ég ætla ekki að fara inn á skoða myndirna á hann. Maður dæmir ekkert fólk út úr myndum, hvað er það? Nei, kannski ljóðin hans. Já, ljóðið er fallegt. Já, herðu, ég ætla að byrja slúðupakka dagsins og við byrjum þá á Adam Sandler sem er einn af mínum uppáls en já, á ekki 7 dagana sæla svona síðustu dagar hjá hann með mánuður eða ár hafa ekki verið alveg nógu góð og nú var hann að bæta nýtt met hann fór fram úr Eddie Murphy og félögum í Norbit núna því að það er verið að tilnefna til 11 Razzie-verðlauna og Razzie-verðlaun eru verðlaun sem eru svona eins og Óskarinn nema þarna er verið að kjósa allt það lélegasta í kvikmyndum. Já, þetta er fyrir myndin hans Jack and Jill sem ávist að vera algjör horfið samkvæmt, já ég er ekki búin að sjá hana samkvæmt bæði áhorfendum og svona hvað segir maður, gagnrýnendum, kvikmyndagagnrýnendum. Já, greiði kallinn. Já, en Adam Sandler, hann getur þurft að vera endurskoðan umboðsmaður sinni eitthvað því að með fullri virðingu fyrir Sandler, ég er gríðalegur aðdáðandi hans, þá hafa síðustu myndir hans verið algjört rusl, sko. Já. Þú veist hvað er langt síðan að maður sá góða Sandler mynd? Það er mjög langt síðan. En hérna voru svo góður, það maður getur bara horta þar aftur. Já, ég mun aldrei, þetta var aldrei þannig ég þóla hann ekki, sko. Ég mun alltaf dýrka hann út af því hvað hann hefur gert, sko. En ég held að hann og Kevin James, vinur minn, gaurinn sem var King of Queens, þykki. Já. Ég held að þeir ættu að fara saman og finna sér nýjan umboðsmann því að myndirna sem hann hefur líka verið að leggja í eins og Zookeeper og þetta er bara horfbjóður eins og þetta er fyndin gauðra, sko. En heldur þau séu kannski bara hættir að vera fyndnir? Nei, þeir eru alveg fyndnir. Myndirna sem þeir eru að leggja í núna er alveg skelvilar. Já. En alltaf að Adam Sandler tilnefndur til 11 Razzie-verðlauna fyrir Jack and Jill sem að... Razzie? Já, og veist, er þetta ekki líka þannig ef umboðsmaðurinn kemur til þín og segir svona, herðu, Anna Svava, ég er með frábæra myndandar þú átt að leika bæði kall og koniðinni og leiku líka feitu frænguðina hvernig leist þér að það? Og ég er ekki Eddie Murphy. Já, nákvæmlega, þetta er bara ekki Eddie Murphy þetta er bara vond hugmynd að fara að leika all hlutverk, þetta er svolítið döttið, ekki? Jú. En Adam Sandler, hann sá þetta ekki. Nei. Því miður. Herðu, næsta slúður er af Gerard Butler en hann er núna búinn að skrá sig í meðferð á Betty Ford stofnuninni. Veitu, stopp, ég veit ekki hver þetta er. Gerard Butler, hann liggi í 300 þarna, manstu? This is Sparta, eitthvað. Já, hann svona rosalega massaður og dökkarður með skegg. Ok, já. Hann var allavega að skrá sig í meðferð á Betty Ford stofnuninni til þess að losna úr vítarhing verkja lyfja neyslu. Og þetta virðist loða svolítið við Hollywood-stjörnunar. Kannski er hann alltaf með hasperur. Já, það er bara þeir allir háðir verkjalyfjum að það. Já, en samt, hefur þú tekið 2 Parkotin í röð? Hef ég? Já. Nei. Ég hef gert það. Vá, það kom bara sviprað eins og það sé bara málið. Ertu ennþá á þinn? Nei, ég hef gert það. Ég fann fyrir því, sko. Að taka 2 Parkotin í röð? Já, ég... Hvað, var þið rílt eða eitthvað? Æ, ég var bara eitthvað, þú veist, veik eða eitthvað. Varst bara eitthvað heima að flippa? Nei, bara, ég tók 2, ég var eitthvað slöpp og ég fekk alveg svona, næs, og sopnaði eftir 10 mínútur í svona, já, það var mjög gott, en ég mæli samt ekki með því að fólk gera þetta nema kannski að sé veikt. Já, þannig að þú skilur hvað hann er að sækjast í? Já, það byrjar kannski bara svona. Já, bara sem saklaus annars og að leika sér með Parkotin? Já. Svo maður bara komin að Betty Ford, það er enda rándýrt, ég myndi aldrei komast þangað. Nei, þú myndi meira að vera hérna einhver starf út í bústað, bara, það er beljur úti og eitthvað. Herðu, en síðasta slúður dagsins, ég er hérna með, sáttmála, þess að það var að koma núna í fjölmiðlum, hvernig svona aðal sáttmálarnir eru í Bandaríkjunum núna hjá frægum svona pörum. Og það er svolítið áhugavert að rýna inn í það, til dæmis, veistu hver Khloe Kardashian er? Já, systir hérna Kim Kardashian hérna, hún er með Lamar Odom, körfuboltamanni sem var í Lakers en er núna komin í Dallas og hún fær $500,000 fyrir hvert ár sem þau eru gift og $25,000 á mánuði húsið og bílinn þeirra ef þau skilja. Já, þannig að þetta er kaupmáli? Já, þetta er svona kaupmálar sem eru hérna. Já, og svo er hérna og hann er örugglega ekkert menntaður? Nei, hann er náttúrulega bara körfuboltamaður, sko, og á fullt af pening. Og svo var að koma hérna að Justin Timberlake, hann og Jessica Biel, þau eru að fara að gifta sig og Justin Timberlake þarf að borga henni $500,000 eða 65 milljónir íslenskar ef hann heldur einhvern maður fram hjá henni. En hvernig, bara það kemst upp þá? Væntanlega. Ok, þannig að hann má í raun og veru halda fram hjá nema að komast upp? Já, veist, ég vona hann sé ekki í því, en það er svona, já, menn ef það kemst ekki upp og þá náttúrulega
hann ekkert að fara borginni það bara... En ætli hann hefur sett þetta sjálfur? Nei, hún setti þetta vist, stendur hérna. Eftir að þau hættu saman dagina því að hún grunaði hann græsku, sko. Vildi meina hann hefur verið að halda fram hjá sér og eitthvað. Þú þarfst að gera svona, þegar þú gift þig. Já, einmitt. Fær 15.000 ef að ég, þú veist, fyrir sleik eitthvað staðar. Og endalaus að pulsa kók. Þetta sko, en spáðu líka hvað þetta ömurlegt. Til dæmis, segjum svo að Justin Timberlake haldi fram hjá. Og þá kemur hún að Jessica Biel bara eitthvað, skaldu með $500. Já, ég myndi hvetja manni minn til þess að halda fram hjá. Vá, hvað þessi sætt, vildi ekki tala við hana. Og svo var það síðasta hérna sko inn í þessu, það eru Tom Cruise og Katie Holmes. Þau eru með svona, kaupmáli líka, sáttmála, hvað sem þetta er. Og hún fær $3 milljónir fyrir hvert ár sem þau eru gift. Alveg, sem sagt, næstu 11 árin. Og ef þau eru búin að vera gift meir en 11 ára þá rennur þetta út. Þannig að hún fær $33 milljónir ef þau skilur. Þannig að þetta er fóðstegt. Það er líka, veist, ég hef alltaf haldið því svona fram að það er búið að grilla að biðja einhvern sem elskar að skrifa undir svona kaupmála. Já, en? Bara við erum að gifta okkur, veist, ég dýrka en ef við skildum skilja, þá ætlum ég þennan penning. Já, mér finnst alltaf það sem er komið inn í sambandi, það fær maður aftur. Já, alveg potið. En það sem maður græðir með mann er í sambandinu, það er bara skipt helming. Já, en þú sér það eins og hún, Anna Mjöll okkar, hún fekk eiginlega ekkert frá Kjell Worthington. Nei. Þannig að þetta næst ekki alveg. Ég sá að þú ert 9 ára vinnurinn á Facebook. Er þú til hún á lausu núna? Anna Mjöll, ég er ekki vinnurinn á Facebook, ég væri samt til það því að mér langar að tala við það er ímislegt sem ég langar að ræða við hana. Búin að add henni? Er hún á Facebook eða? Já. Já, ok, þá ætlum ég add henni, ég ætla bara að add henni núna rétt og eftir. En við ætlum að fá næst föstudagslægið frá því síðasta Sverrir Bergman með Straight Up, það var svona 90s feelingur í hún, eða 80s feelingur, þetta er gamla Paula Abdul með, Paula Abdul Straight Up. Þetta var föstudagslægið núna síðasta föstudag, virkilega vel gert þannig á strákanum, smá 80s feelingur. Syngur svo vel þessi strákur. Já, hann kann að syngja, virkilega góður. En áður fyrir mig hvað er að gerast í Barnalandi, þá var ég að spá að segja hérna annars og frá því að nú ætla mæður að mótmæla á Kaffi París. Það er alltaf efna til hóp brjóstagjafar eftir að móður var bannað að gefa á staðnum. Þetta verður mikið rætt eftir að þessi frétt kom inn á pressuna núna fyrir helgi, eða helgina. Og, hvað segirðu? Já, það var sem sagt, það var ung móður sem endi því að henni var bannað að gefa barninu sínu á brjóst á Kaffi París og að vísa út. Já, sem sagt hérna. Voru einhver útlendingar sem það fór í brjóstið fyrir? Nei, það stendur bara hérna. Já, í dag var þessar ágættu vinkonum minn vinsalast bent og að brjóstögjöf almanna færi væri ósiðleg og hún vinsalast beðin að pakka sásöngnum hvít voðungnum inn og færa sig eitthvað annað ef hún ætlaði að klára þess aðtöfn, sagði Hrafnhildur A. Björnsdóttir. Hvað áttu hún að sitja, það sem kemur til greina er að sitja út í bíl og gefa brjóst og geta það ekki tala um vinkonum sínar með hann eða sá sem er með, eða að vera inn á klósettinu og sitja ón á því með setjuna niðri. Já, það er eitthvað samt ógæslegt eitthvað ekki, með svona pínu næsti. Fer þetta í taugarnar á þér, þú sér konu vera að gefa brjóst? Nei, það sko, já, ég er að hugsa það. Málið er, ég er ósteikt þetta myndi ekkert, ég myndi bara ekkert vera að glápa á það en ég myndi samt, sko, ég er það ruglaður, ég myndi vera einhvern veginn svona að passa mér rosalega að vera ekki að horfa á brjóstið á henni og þá myndi ég verða bara svona hálf kjánalegu, sko. En það var ekkert eitthvað að mér finnst það ógæslegt eða ósiðlegt eða neitt þannig, skilur. Getur alveg verið að borða matinn? Já, alveg pottið. Eina sem ég er stressaður að hún myndi halda að ég var að stara á brjóstið á sér sem ég væri ekki að gera, skilur. Að því ég myndi sjá þetta eitthvað svona, ok, hún er gefinni og það er bara fallegt, skilur. En ég myndi samt svona, þú veist, að passa mig að vera ekkert að horfa aftur mikið þá þannig að hún myndi ekki fara að halda bara hvað, þú veist. Ég meina, krakkinn er alltaf fyrir, þannig að sérst bara smá svona... Já, þú sérð samt alveg, þú veist, ágætlega, skilur. Það er alveg staðfest. Mér finnst þetta gott hjá þessum konum og hvenær er mótmæli? Mótmælin er á 5. og ég veit að þeir á Kaffi París á að tekja vel í þetta. Þetta er held ég frá 4 til 6 á 5. Má maður bara koma ef maður er með barn á brjósti? Nei, ég meina, okkur ferðu þú ekki bara að setja bróðin á brjóstiðar eða eitthvað, Hamsturinn minn. Já, bara annars var á hamsturinn, komið til að mótmæla. Þetta er skammar. Nei, ég meina, myndið þú fara? En þú átt náttúrulega, þú ert ekki með barn á brjóstið, það? Nei. Nei, já, ef ég er laus á 15 og geri ég það alveg. Ég finnst þetta alveg fáránlegt, greið. Þetta starfsmaðurinn sem þetta hefur nú örugglega verið bara eitthvað tilfallandi. Já, ég held að, ég hef nú oft borðað á Kaffi París og almennilegt liðan og svona, sko. Já. Og alltaf verið mjög góð þjónusta, þannig að þetta er kannski, eins og segir, hann hefur verið óheppinn með starfsmann þarna, held ég, eigandi Kaffi París. Er það útlendingar kvarta? Mér finnst ég sjá þetta minna í útlendum en hérna heima. Að svona brjóstöggja og almannafæri? Já. En þú veist, ef þú værir með barn, myndir við vippa þig bara og gefa þig fyrir framann, þú veist, fólk á Kaffi París? Já, ef barnið er svangt. En það voru 2 kaffihús niðri í bæ sem voru svona sérstaklega hönnuð til að vera með börnin sína á og svona, það er búið að loka þeim held í báðum. Já, ok.
og þú veist, hvað á hún að gera? Já, ég veit ekki. Ekki vera að skamma mig. Nei, þetta ekki eins og til umræðu. Þetta vippa maður brjóstunum út maður þarf að... Já, en þú með þess að sko, sem skemmtilegt þú vippaði oft og þú sett ekki eins og að gefa brjóst. Það kannski annað sem aðeins óþýðilegra. Bara hvað annars að gera, ég veit það ekki. Já, góður. Er það málið það? Er það málið? Herðu, fáum auglýsingar og svo það hvað að gerast í barnalandi. FM 957 býður þér að sjá Svartur á leik. Það snýst ekki fokkin peninga, fattar það? Hröð og skemmtileg glæpamenn. Þessa verður þú að sjá. Sérstök FM Fossinum, 50. 1. mars. Náður í miða á FM 957. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Nú tvennu tilboð á Dominos pizzum. Þú veist, kaupir eina pizzu og brauðstangir og fara eina fría ef þú sækir pakkan. Gargandi, vaðandi, dundrandi snilt. Dominos 5812345. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Mildred Pierce ný mögnuð verðlaunaþáttaröð með Óskarsverðlaunaleikkonunni Kate Winslet í aðalhlutverki. Örlaga saga ungrar konu sem berst til æðstu metorða. Mildred Pierce hefst miðvikudaginn 7. mars. Haven't I given you everything? Smelltu áskrift inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Ekki kaupa hvað sem þó það sé á einhverju vikutilboði. Nema núna! Eldbökudagar á öllum stöðum Ritzó. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritzó pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Games með Lunu Del Rey, virkilega hugljótt lag hérna á mánudegi. Herra, ég segir, Auðun. Já. Ég svona í hljómsveit. Ok. Ég og vinur minn, hann spilar á svona síma sinn. Já. Svona iPhone og spilar á piano. Já. Og við erum bara að æfa þetta lag. Ok, Video Games. Hvað heitir hljómsveitin? Hljómsveitin. Já, ok, bara hljómsveitin. Já. Ertu góð að syngja það? Nei, hann alltaf að segja mig, þú voru að syngja mér að svona kvísla og reyna að vera svona nei. En nei, ég syng alltaf hann segir og syngur alltaf eins og sért í barnatíma. Ok, en þú ert náttúrulega lærleikona. Já. Já, og þannig að þú ert búin að æfa söngið, ekki? Jú. Já, hann kannt alveg að syngja. Þú veist, ég kann það alveg, ég þori því, en ég er ekki góð í því. Ok, geðu okkur smá svona dæmi af... It's you... Nei, tjók. Má heyra smá Video Games hér. Já, ok. Ok, ég ætla að lækka einn í þessu. Já, hvernig er þetta viðlagið hérna? Tell me all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do. Þetta er ekkert smá fallegt hjá þér maður. Ég mikla trúast að hljómsveitanna. Hljómsveitinni? Já, hljómsveitinni. En ég ætla að segja þér hérna, það var að koma ný könnun í hús sem er svolítið scary, en smokkanókun hefur víst minnkað all verulega í bæði Bandaríkjunum og annars þar. Og samkvæmt þessari könnun þá eru unglingar og svona fólk á aldrinu 20-25 ára feimið við það að ganga með smokk á sér. Og af hverju ætli það? Já, kannski er það út af því að það vill ekki að foreldrarnir finna það eða hvað? Nei, er þetta ekki meira skilur að ok, segjum til dæmis ég hitti þig. Já. Og við förum og horfum á vídeo. Svo sér allt í smokk í vasanum mínum. Myndir það ekki hugsa, betur, hvað hélt hann eiginlega að vera að fara að gerast hérna? Nei, ég myndi örugglega hugsa... Það myndir þú hugsa, þetta er nettur strákur sem er alltaf með öryggið á hotellinu. Nei, ég myndi hugsa, hvað heldur hann eiginlega ég sé? Já, það er ekki. Ég held að þetta sé pínu þannig, sko. En síðan myndi það vera rosa pirrandi ef við myndum svo byrja að kyssast og eitthvað fara að gerast og ég myndi segja, ertu með smokk og þá myndi þú segja nei. Þá er það frekar leiðilegt. Já. Þetta er svona, ég samt skil auðvitað á fólk að, þetta er ekkert feimnismál lengur, allavega, það hefði ég ekki haldið það, en ég samt skil
pínur hræðsluna við að vera með smokkinn á sér, sko. Þú veist, upp á þetta. Já. Það var eins og þú sést bara svolítið kokki og... Þú líka bara haft hann í vasan, það er ekki að taka hann upp. Það var nú eitthvað leikar hann daginn, þessi Pretty Boy, hann mista hann á rauðadreglinum. Við vorum með það í slúrunni hérna föstudaginn. Datt á, gaurinn sem var hérna í High School Musical, sætið hann að dökkari. Já, nei, það er komið gestur hérna. Hann er Logi Bergmann hérna með Pop og dóttir sinna, eitt af sínu 7 börnum. Býttu, ekki þetta dóttir hans? Já, hann á endalist á krökkum, Logi Bergmann, hann er með mínivann til þess að ferðast. Þetta er eitthvað pingu lítið barn, ég held að Logi var svo gamall. Já, hann hættir ekkert, sko. En ég held að verði mjög ánægður með að heyra þetta frá það. En hvað, áttu börnana? Nei, þú átt spurt mig áður og veit að ég á ekki börn. Ert að fá sko eins og hvernig er frá fóreldriðinum? Já. Ert að fá svona þú veist bara Anna á, ekkert að fara... Nei. Engin pressa þér? Ég á sískinni sem er börn og mamma sagði mér sér einu svona ég er bara svo fegin því að vera ekki amma. Já. Þú veist, það er bara, hún er alltaf eitthvað í leikhúsi og listasýningu, annars væri hún bara alltaf að passa, skilur. Já, þannig að hún þarf ekki að vera að passa fyrir þig. Já, en mamma þín ekki fegin? Mamma, jú, en hún ást að dettur samt alveg inn svona, veist, hún fyrir svona að spyrja hvort að ég ekkert að fara að gerast eitthvað, sko. Já. Þannig en ekkert eitthvað, hún er ekkert stressuð yfir þessu, sko. Nei, þú ert líka kall. Já, og hvað meinarðu með því? Það hefur verið meiri tíma. Já, það er málið. Ert þú að renna út? Ert að renna út tíma? Nei, ég er ekkert stressið yfir þessu. Nei? Ég er sem ekki barn sjálf, þannig. Já, maður þarf að vera tilbúinn. En ætlum við bara að tala um kynlíf, Facebook og smokka í dag? Nei, við erum að fara inn á hvað er að gerast í Barnalandi. Það er bara hérna réttandi á hóttið. Fáum fyrst að hægir með Tayo Cruz. Með Tayo Cruz þeir að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957. Anna Svava gestastjórnandi hérna hjá mér í dag þar sem að Björn Bragi er stattur á Húsavík. Og já, fyrir í dag þá kíktu við Anna Svava inn á Barnalandið til þess að undirbúa dagskrárliðin hvað er að gerast í Barnalandi. Og það... Það var ekki hvað er að gerast á Barnalandi? Jó, þetta var svona, því að þetta er svona þeirra land, hvað er að gerast í landinu þeirra, sko. Það var eitthvað svona húmor hjá Binni Braga. Já. Þannig að liðurinn heitir það, en það er hins vegar komið að þessum dagskrárlið, hvað er að gerast á Barnalandi. Og það er sláandi fréttir það. Já, það er svo ekki sem meira sagt. Hvað ætlar að tala um fyrst? Ég var að spá að fara bara beint hérna í sjúkdómagreiningun okkar. Þar sem að þú ætlar að vera já, ég er bara allir að þér. Þú ert Babalu Penguin from the South Pole, eða ekki? Babalu Penguin from the South Pole. Já, þú ætlar að taka hann að þér. Já. Þannig að þú byrjar þá. Þetta, allt sem við lesum hérna fyrir ykkur er inn á barnalandi.is og þetta heitir núna bland.is en þetta er sem sagt þarf sjúkdómagreiningu og Anna, þú mátt bara byrja þetta. Já, Babalu Penguin from the... Nú ætlum ég, hér eftir mun ég bara segja Babalu. Já, ok. En hún heitir Babalu Penguin from the South Pole. Já, og hún skrifar semst inn, það stendur, þarf sjúkdómsgreiningu og 3 upprópunumerki, svo stendur hún. Er með frekar stóra bólu, nálægt endaþarminum, digg, það er svo vont að labba. Já, þá kemur Helga Gerst, gyllinæð. Babalu, hvað gerir ég við því? Helga, fær krem í næsta apóteki. Babalu, en er það ekki vandræðilegt? Helga, ef þú ert 15 ára gelgja þá jú kannski, fullorðið fólk getur alveg höndlað svona, sko. Babalu, ég er 43 ára. Helga, þú tekur það bara saman í andlitinu og kaupir kremið. Babalu, en ég þor ekki. Helga, vertu það bara með gyllinæð. Babalu, finnst þetta ekki þægilegt? Gæti ég beðið kallinum að skera þetta af? Helga, ef þú vilt, þá er hætt á að fá svæsna sýkingu. Þá kemur kátur inn. Já, ég er kátur, já. Kallin getur tróðið görnun aftur uppi með kúskaft en hún stendur mikið út. Það nauðsynlegt að nota sleipiefni þegar mögursnum það hungi görnun. Já, ok, þetta er bara einhver ógeðis. Kátur er ekki kátur, ég ætla að sleppa honum. Það mátt undirbúta þess. Babalu segir, haha, já, en ég held að hann hafi ekkert svakalega áhuga á því. Ok, með Cats Person. Já, ég fekk svona fyrir svolítið löngum. Þú vart bara að fá ekki til að kreista hana. Það er bara ein stór graftabóla. Þið líður miklu betur eftir að þetta er búið. Lífið er yndislegt. Babalu, ok, takk fyrir. Cats Person, ekkert mál. Lífið er yndislegt. Sleppum fíluras. Já, og það er eitthvað, sko, fílusgas Agnistadóttir kemur þá, náður í dúkanhíf og skafða hana bara af og berður svo penantenn krem yfir sárið. Þetta græra áður en vorar. Þá segi einhver. Það kemur Fatkit, alvöru dúkanhíf. Má kallin ekki bara býta þetta í burtu? Þetta er, hvað er að gerast það minna? Dúkanhífu veitir meiri unað, ekki verið herran. Já, svo kemur Babalu, já, ekki verið herran, já. Svo kemur hérna í restina Fatkit. Þetta er orðiðilega hálf ógeðslegt þarna. Ég veit ekki...
En þetta getur komið fyrir besta fólk, en hérna, hún kannski svolítið stór ef það erfitt að labba. Og ég hefði frekar, ef ég var inn á Barnalandi, þá myndi ég kannski segja bara fara til læknis. Já, það virðist engin stingu upp á því. Nei. Það allir bara með dúkahníf eða láta kallinn bítan af eða eitthvað annað og svona verra þann inni. Og ég hef alveg þurft að fara til læknis yfir einhverju sem ég hugsa, mér langar nú ekki að tala þetta við læknin, en læknar hafa séð allt. Já, en hvað er það svona sem að þú ræðist það? Það kannski ekkert sem vilt ræða í útvarpinu fyrst. Jú, mér langar rosalega ræða það hérna. Nú skulum við bara taka góðan hálftími það. En hvað er svona, hvað er viðkvæmt að fara að ræða lækni? Ég veit það ekki. Örugglega svona bólu á rassinum eða ég fengi svona undir handakrikan, svona eins og stíflaðan svitakirtil, ógeðslega vont. Við erum fengislaus. Nei. Það var mjög vont. Það er svona bara komið eins og svona kýli út eða eitthvað. Já, úr handakrikanum. Ekki út, það var svona inni, við komum við, það var svona kúla inni. Já, ok. Og það var að stíflaði svitakirtil. Stíflaði svitakirtil, hljómar er ekkert alltaf sexy, sko. Nei, þetta er greinilega algjört vandamál, því að hann var bara, já, þetta er bara stíflaði svitakirtil, já, bara. Og hvað ertu að gera til að losa hann? Hann bara fór. Já, ok. Herru, þá er það seinna málið hérna inn á Barnalandi. Við ætlum að vera bara með þessi 2 í dag. Já. Og ég ætla að lesa hérna, þetta er sláandi, en svona er inn á Barnalandi og það er, enda heitir dagslun heimurinn í Barnalandi, hvað er að gera á Barnalandi? Herru, byrjum þetta bara hérna. Þetta er sem sagt kona sem að segir, hún kallar sig Ótrifin hann inn á og segir, ég get ekki meira, sorry, þetta er langt. Svo byrjar hérna. Nú get ég ekki meira og mér vantar hjálp frá ykkur. Málið er það að ég bý með yndislu manni og við eigum vona okkar fyrsta barni saman núna í haust. Við erum búin að vera saman í 8 ár og allt hefur gengið vel. Kynlífið er gott og samskiptin eðlileg. Já, samskiptin eru eðlileg. Ég á eina dóttir úr fyrra sambandi og hann er góður við hana og þykir mjög vænt og henni þykir mjög vænt hann. Svo kemur þetta. Fyrir nokkrum vikum fórum við í partí hjá einum úr vinnunni minni og það var rosalega gaman og þó ég væri ólétt og ekki að drekka að það fannst mér gaman. Maðurinn minn var að drekka og hann drekkur venjulega ekki illa og hann er oftast temmilegur bara. En það var ákveð að fara í leikinn, ég hef aldrei og allir spiluðu með. Ég var bara með mitt spræt og það var mikið hlegi og margir kom með fyndnar játningar og sögur. Eitt sagði síðan, ég hef aldrei stundað kynlíf með dýri og hann var pottið bara að djóka og enginn drakk nema maðurinn minn. Það héldu allir að hann væri bara að djóka og ég líka. En þá sagði hann að þetta væri satt. Hann hefði verið í sveit sem barn og í óvitaskap gert eitthvað við hundinn. Allir voru alveg gapandi og voru að bíða eftir að hann myndi segja, nei, djók, en hann gerði það ekki. Og fólki vildi endilega vita meira og þá sagði hann að hann hefði verið 13 ára og ég fæ bara hroll við að skrifa þetta og hann hefði sogið hundinn, 3 upprópunarmerki. Daginn eftir partíið spurði hann út í þetta, ég held ennþá eða var svona vonað að þetta hefði verið eitthvað sick djók hjá honum en hann sagði að þetta væri satt og var alveg miður sín að hafa orðið mér til skammar. Ég hef enga list á honum lengur. Ég veit að það er langt síðan og kannski er þetta ekki alvarlegt en ég get ekki hægt að hugsa um þetta. Mér langar mest að hætta að vinna þarna því að strákarnir í vinnunni er núna alltaf að koma með einhver svona skot á mig. Aðaleitsamt sem geltir ef hann sér mig og svo koma brandar eins og er einhver hundur í þér ef ég segi eitthvað á móti. Og mér langar að hitta hann og hressa vinarnar. Já, hvað á ég eiginlega að gera? Ég er búin að gráta svo mikið því ég elska hennar mann, ég veit ekki hvort ég geti verið með honum. Ég er til dæmis ekki búin að sofa hjá henni síðan eftir hann sagði þetta og ég get ekki hugsað mér að gera það. Og þá er bréfið frá henni búið. Þetta er langt bréf. Já, hérna hér. Og já, svörin. Hefur þú verið í sveit? Já, ég er náttúrulega bjóð, veist. Já. En ekki, nei, ég hef ekki verið alveg, veist, ekki sveit. Nei, en átt hund, já. Já, ég hef átt hund. En látið þetta eiga sig. Já. En hann, veist, við áttum einn hund sem við þurftum að láta gelda en það var ekkert eitthvað ég skilur ekki nema ég hef verið eitthvað að provoka með eitthvað því hann átti það til að stökkva lappirnar á fólki sko. Býtu, svo ég skilur þetta rétt hann, svo dónulegt að segja þetta en hann sög hundinn já, samkvæmt þessu bréfi ekki augt nei, já, þetta var ekki sultuhundur sko þetta var maðurinn sem var í því hlutverki af hverju, var það hægt? Af hverju það spyrja mig að því, ég veit það ekki já, auðvitað það hægt en veistu hvað, mér finnst þetta óslega fyndið hann myndi segja svona bara eftir 2 ára eitthvað, nei, ég var að djóka þér já, hún er búin að vera að vonast þetta því greið en hann er ekkert að djóka svo fór sko, fólki hérna inn á Barnalandi fór hérna að hjálpa henni og það er svona misjant hvað fólk segir en Eitt segir hérna ég hef ekki dráð fyrir þig en ég verð að segja ég skil vel og það er ekki áhuga á hann lengur ég gæti alls ekki hugsað mér að kissa hann hvað það meira já, ég minn hann hlýtur nú að vera búin að bursta tennuna síðan já, en svo er líka margir hérna að segja hann hefði bara verið 13 ára en hún er ekkert sátt með það og segir að hann veit alveg hvað hann að gera þannig 13 ára og
En jæja, þetta var allavega lífin á Barnalandi í dag. Hvað myndir þú, Anna, ef þetta væri maðurinn þinn? Þú kemist allt inn að því að hann hefði verið að sjúga hund. Hvernig færi það í þig? Þú veist, ég myndi... Þetta umræði hérna á háu plani hjá okkur. Já, ég veit það ekki, sko. En ég meina, þetta var fyrir sambandið okkar þá. Já, þetta var þannig að 13 ára. Ekki. Það er ekki reglan, það sem gerðist áður, gerðist ekki. Já, ok, sama hvað það er. Jæja, þetta var allavega heimurinn í Barnalindinni að þessu sinni. Við ætlum að fá hérna lag sem heitir Heartbeat og er með Childish Gambino. Virkilega flott. Childish Gambino, Heartbeat, eitt vinsælasta lagi á stöðinni í dag. Við annars svo ætlum að fara núna hérna í stöðar auglýsingar og svo ætlum við að ringja í menn sem hafa verið að póka önnusöfu svona í gegnum tíðina og aðtuga svona hvað þeir vildu. Er ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Sölabáta. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Nú býður aktutaktu upp á gómsett grillað baguette og kók á aðeins 399 krónur. Já, ég sagði 399 krónur. Nýjir þættir á Stöð 2 í mars. Homeland hefst 4. mars. Magnaði þættir frá framleiðendur 24. Smash hefst 5. mars. Það nýjasta frá Steven Spielberg. Mildred Pierce hefst 7. mars. Verðlauna þáttaröð með Kate Winslet í aðalhlutverki. Hanna fyrir Ísland hefst 14. mars. Íslenskir hönnuðir keppast við að hanna flottasta og besta útlistafattaðinn. Og Mið Ísland hefst 22. mars. Ný leikinn gamaþáttaröð sem enginn má missa af. Skelltu þér áskriftin á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pítsur. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró. Ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 95 Blö ennþá með ykkur hérna á þessum mánudegi. Öddi og Anna Svava með ykkur og Anna Svava er með opið Facebooki sitt hérna og hún er búin að gera svo djörf, hún ætlar að leyfa mér að skoða pókin sín, ekki satt? Jú. Má sjá, nú kíkjum við hérna eins á það. Öll þessi póki. Öll pók, hvað ertu með? 14 pók stendur hérna. Já. Er það ekki ágætis árangur eða? Já, hvað er þú mörg? Ég veit það ekki. Veit ekki hvað kannski er þetta rosalega mikið eða fáralega lítið. Ég er ekki alveg ég nefnilega veit ekkert alveg hvað pók þýðir. Nei, en þú ert allavega með meir en 10 póks, skilur? Já. Það hlýtur að... Ef maður er undir, er það ekki svolítið leim? Já, ég held að. Þá maður potið í sambandi, skilur. Þetta er aðalega strákar hérna sem er að póka þig. Já, það? Já, og ef að ringja í þá og spurja, ef að ringja einhvern veginn og spurja hann svona hvað hann er að meina. Já, ég væri til í það. Af því að hérna... Þetta lafir bara inni. Eina sem ég get gert er að póka tilbaka. Já. Og þá hverfur það. Eða kæran. Já. Eða þú veist, þú getur tilkynnt hann. Já, en ég skil ekki alveg hvað þetta þýðir. Nei, hérna, ok, finnst þér eitthvað þessum strákum minna sæti sem eru búin að vera pókað eða? Farðu inn á einhvern. Viltu prófa Friðgeir eða? Já. Friðgeir? Já, hann er langt síðan að póka með, hann er neðst. Já, ok, en samt alveg huggulegur strákur? Já, heyrðu, þekki ég þennan? Má sjá. Við finnst ég nú eitthvað kannast við hann. Prófum hann. Það var eitthvað að vinna með Birgitta Haugdal daginn. Já. Já. Friðgeir? Ha? Friðgeir? Nei. En ertu Benedikt Jónsson? Já. Já, fyrirgeðu, ég var að ruglast. Hæ, ég heiti Anna Svava. Já, sæl. Og þarna þú varst að pókaði mig á Facebook. Já. Er það rétt? Þannig ég var að spá, ég er nefnilega svo ótrúlega vitlaus og gömul og kann ekkert alveg á þetta. Hvað þýðir það? Hvað ertu að meina með því? Ég veit það ekki það. Pókar oft, þú veist? Nei. En þú veist, á ég að póka tilbaka eða? Það var gaman. En hvað þýðir það? Ég veit það ekki alveg. Og ef við bara pókast og svo byrjum við saman eða? Vonandi. Og hvað ertu gammal? 21. Nei, ha? Já. Nú, já, og veistu hvað ég er gömul eða? Nei. Nei, ég er allavega aðeins eldri en 21. Já, ok. Já. Ok, og sástu mig bara eitthvað staðar og hugsaði, flott prófílmynd, besta pókana. Já. Heyrðu, ok, ég ætla að skoða myndina þér og póka kannski í þig aftur. Já, það var gaman.
Ok, takk fyrir. Bye. Herri, já. Þú allir bye, ég vissi ekki þú væri það. Herri, þetta var Benni, hann talaði nú við þig. En hann sagði samt ekki alveg vita af hverju hann pókaði þig. Nei. Herri, nú að prófa Hinrik hérna. Þetta er náttúrulega bara fítus sem hægt að nota og sem nota bara, en... Viltu hringja þennan, Hinrik? Þú veist, ferði eitthvað í töðuna þá sem er gleruð? Nei, þú tekur svo sjálf á stundum. Ég ætla að prófa þetta. Þetta er Hinrik. Tala þú við hann og ég þykist ekki vera og kannski segja það þér meira. Halló. Hinrik? Já. Sælvinur, Auddi heiti ég. Já, blessaður. Blessaður. Ég er með þátt á FM og hún er hérna hjá mér, hún Anna Svava, vinkona mín. Hæ. Og við erum að fara yfir, sko, að því að við vitum hvort okkar veit hvað pók er. Og það er svona búið að vera svona myth og ég ætla svona að tjekka þegar þú pókaðir hana. Var það svona bara, hei, hvað er að frétta? Eða þú slangar að kynnast henni meira eða við erum bara svona að gera smá könnun. Nei, þetta var auðvitað systir mín af því að ég fekk að fara á Facebooki hennar og hún er á mitt. Ok, og fór hún að póka á þinni Facebooki? Pókaðum fullt af fræðu fólki og varum að gá hvað ég myndi fá mörg tilbaka. Já, ég skil, ok. Þannig að þú varst ekkert að reyna mig? Nei, þetta er ekki, ég er bara... Það vissi greið. Já, ok, þannig að þið sískininn fóruð í eitthvað skemmtilegan jólaleik að póka þekkta einstaklinga og sjá hvað myndu margir póka aftur. Já. Og hvað fenguðu mörg pók tilbaka? Ekki nóg mörg. Ok. Ég skal póka henn núna, þá þú unnið. Pókaðu tilbaka hana? Já, maður séu pók back, búin að þið. Þú ert búin að fá pók. Já. Herru, þannig að þú varst ekki að tjekka á einna vinkonu okkar. Takk, ég þakkar rósið. Það var nei. Herru, ok, takk fyrir þetta, hún er rosaka ónaði. Bye. Herru, já, þetta var bara eitthvað skemmtilegu leikur hjá þeim sískinunum. En veistu hvað, alveg og þú varst bara að hluta því grimma djóki. Ég átti þessi 14 pók, svona sem ég geymdi á sérstökum stað í hjartanu mínu. Þegar ég fæ svona lélegt sjálfstraust og hugsa ég svo ömulegt, þá hugsa ég, en það eru 14 gaurar búin að póka mig á Facebook. Og núna... Er það bara 13? Nei, og hinn, þú veist... Hinn var samt alveg, hann virkaði nú alveg pínu skotin í hann. Nei, þú veist, þetta, hann sagði af hverju ekki og... Þetta er ekki að gera neitt fyrir mig núna. Jó, ég verði ekki að þessu. Það er fullt af mönnum hérna sem við ekki má hringi og þeir voru allir hrifnir. Þetta var allir smá pókot hérna hjá okkur önnusöf og þá vitum við, já við vitum samt eða ekkert mikið meira. Nei, við vitum eða ekkert meira. En verst að þessi hérna svaraði ekki, sér Gretar, ég get séð ykkur saman. Já. Það var ógeðslega skemmtilegt lag í hringingunni sinni og... Já, einmitt. Og býr út á landi og ég sæti í stígvélum. Já, það er endar flestir hérna sem er að póka. Við erum að störa utan á landi. Já. Þú ert greinilega the shit þegar þú ferð út í sveit. Ég veit, ég er það reyndar. Ég er mjög falleg í grænu grasi. Akkur ertu ekki meira í sveitinni? Ég ætla að gera meira af því. Bye. Með ykkur hérna á FM 957 og já, það er svo skemmtilega til eftir síðustu yngum og þá eru pókin hennar Húlíkinn frá Bandaríkjónum en nú loksins komið til Ísland. Það ekki þetta Húnna, aðeins að klikka hérna með tæknin. Það er alltaf að vittlisinn á Facebook hjá mér. Já, það er búið að aukast þegar pókina þegar ekki eftir að við vorum að fjalla með dagann. Jú, og meira sé einn stelpa, nei 2. Já, það er, þú veist, ok, til dæmis var stelpur að póka þeim. Já. Þá er þetta ekki the myth, skilur að nema þessu, jú, kannski skotna niður, það náttúrulega gerist alveg. Já, stelpur með stelpum. En það er alveg bara fullt af gaurum búin að póka mig núna. Já, nei, ok. Einn að póka núna, mér finnst það skemmtilegt. Já, glæsilegt. Ég hef nóg að gera kvöld, kíkja hverju er póka mig. En er þetta eitthvað sættis rákar eða? Við fengum sætt ekkert ólega mikið útrúsað náðan. Það veist, þeir sögðu eða ekkert, sko. Nei, ég veit, ég ætla ekki að ringja aftur og að póka tilbaka, ég ætla bara að halda allir sér hérna um mig. Já, það er góð hugmynd. En herri, ég er búinn að spyrja alla hérna út vikuna, í síðustu viku segi ég, eða mætti djamma með hverjum sem er í heiminum.
og það máttu allir velja 3 með hverjum myndið þú djama. Þú mætti velja bara hvaða 3 sem í heiminum til þess að kíkja út á lífið með þér. Dáinn og lifandi, íslenskur, útlenskur? Nei, bara íslenskur, útlenskur, hvað bara útlendinga, svo spyr ég íslendinga. Og verða að vera lifandi, hvernig ætlar að djama með mér dauð? Hvað mennur það? Verða allir dánir sem að djama með það? Ok, ég myndi segja Viggo Mortensen. Viggo, já, ok, hann er góð leikari. Já, líka bara út því að hann sætur og hann er danskur. Já. Og það er bara, þú veist, að tala dönsku á djamminu bara geða þetta. Kanntu dönsku það? Ég er ógeðslega góð í dönsku. Ok, þannig að þú myndi vilja hafa hann með þér? Já. Og reyndar samt eiginlega ekki eftir síðustu myndina sem ég sá hann í, sem að leikur hérna Jung, Freud og Jung hann eitthvað. Já, að það leiki bíómynd? Nei, það var svo léleg mynd, sko. Já, ok, þú getur böggað hann á því eftir 2-3 glös. Svo ætlaði ég að Whitney Houston, var ég að hugsa það? Já. Áður en ég spurði hana hvort það mætti vera dáin. Já. En... Ertu að segja mér að sé ekki til neinu 2 aðrir í heiminum sem langar að djama með? Jú, ég myndi vilja... Ok, einhver körfuboltamaður. Já. Svartur. Já, hver? Jordan eða? Já. Já, ok, Michael Jordan. Ok, Viggo Mortensen, Michael Jordan og kannski Sarah Silverman. Já, hún er fyndin. Já. Hún er reyndar, er þetta ekki fyrirvændi kærasta Jimmy Kimmel að það? Það er ekki tala um hana, dökkaru, uppistandari? Jú. Ok, þannig að þú myndir velja, þið færi á saman á djamið, þú, Viggo Mortensen, Michael Jordan og Sarah Silverman. Skemmtilegur hópur. En með íslenskum, hvað eru þar? Kannski, ég myndi segja Sveppi fyrir 10 ára síðan. Já, ok. Bubbi fyrir 50 ára síðan. Og svo myndi ég örugglega bara taka bara eitthvað bestu vinkunum mínu með. Okay. Það er svo gaman að deila því, þú veist, með einhverjum. Höndlega var einn eitthvað að koma. Já, þannig að þú besta vinkona en Sveppi fyrir 10 árum og Bubbi fyrir 50 árum. Já. Hvað, hefur eitthvað mótið þeim í dag eða þessum strákum? Nei, ég held bara að þeir hafa verið skemmtilega einu sinni. Á djaminu fyrir 10 árum. Sveppir er alltaf góður á djaminu, ég veit ekki með Bubba eins og var. Herðu, fáum auglýsingar. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Þú ert ekki að spjalla við leigubílstjórann, endur þeir flestir Indverjar. Þú ert ekki að maður spjallar ekki við Indverjar. Nei, þú veist, þið tala lélega ensku, þú ert kannski ekki að tala rafmagnsbíla eða þú veist, eitthvað allt annað, þú veist, eins og maður gerir hérna heima, maður rappar. So how about them Yankees? Það er bara einhvern veginn ekki að virka þannig. Það er ekki eitthvað bara, vinnur, hún er á pillunni. Það lykta af henni. Það er ekkert svoleiðis. Það er eitthvað lykt af henni. Það er pillulykt af henni. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Nýtt frá hraðbynningu. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðbynningar.is. Veldu þér fína upphæð. Hamborgarafabrikan, 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 Hamborgarafabrikan. Tíminn þinn er dýrmætur. Lifð á öld Apple-hraðans. Veldu þér Apple-fartölvu og fáðu meira út úr lífinu. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Vissir þú að áslutun er alltaf ódýrust inn á stöð2.is og þú ert alltaf númer 1 í röðinni. Smelltu þér núna inn á stöð2.is. Serrano kynir hotla og snjalla nýjung. Nú getur þú valið allt það sem þér finnst gott og sett saman þitt eigið hotlustusalat. Hafðu það hot og eftir þínu höfði. Serrano. Sky Agency í samstarfi við Börn og Dominos kynna. Eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Ekki missa af þessum magnaða viðburði. Miðasala í gangi á miði.is. Tiesto. Eldbökudagar, Prús Rizzo, játt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 577.000, láttu vaða, Rizzo. 957, en við vorum að fá hugmynd bara hérna núna í beinútsendingu við Anna Svava og við skulum tekka, það svaraði ekki í dag, kannski, já við fjöllum með áðan að það er allt orðið vitlaust á Café Paris út af brjóstakjöf og við ætlum að prófa að hringja hérna núna og af því að það ásens að halda einhver svona mótmæli á, hvað er þetta, á 50-daginn. Já. Og núna veit ég að það eru 40 mæður búin að sem ætla að gefa brjóst á Café Paris núna á 50-daginn og ég var að spá í ef við hringjum þangað núna og þú lætur svona eins og þú fattir ekki
eins og þeir séu að halda þetta. Þetta eru náttúrulega mótmælið, sko. Já. Þannig að, prófa að hringja hérna og láttu svona eins og þú vitir ekkert hvað málið er. Já, ég spurði út í þetta. Já, svona bara hvenær er mæting. Já, klukka er mæta, hana. Verði að vera með barn og... Já, ok. Kostar eitthvað inn og svona. Já. Kaffi París, góðan að vera Akal? Já, ég heiti Guðrún. Góðan daginn. Ég ætla að aðtuga með klukkan hvað byrja er þið ekki með svona event með mótmæli eða ekki mótmæli, svona allir að gefa brjóst? Jú, byrju, Davíð, hvað klukkan var það 5. daginn? Hópurinn og konum. Tekka meðan ég... Og mega allir koma? Já, ég held það, byrja aðeins. Já, Guðni? Já, ég ætla að aðtuga klukkan hvað byrjar samkoman sem þið eru með á 5. daginn? Já, það er klukkan 2. Klukkan 2 og mega allir koma? Já, það mega allir koma. Þóttum að sé ekki með barn? Já. Það er allir að þess að það er allir velkominir. Við ætlum að baka sérstaklega köku fyrir þær og kakótilboð. Það er köku og kakótilboð og þetta var svona, þú veist, til þess að styðja þetta málefni, skilur. Já, og ég Þannig við vorum að taka þátt í með að bjóða hingað og hafa sérstakann svona viðbjörn hjá okkur. Fallegt. Og það er gott hjá okkur. En ég má, þótt ég sé ekki með barnabrjóstið. Þó sé ekki með barnabrjóstið, það er velkomin að koma, það er allir velkominir. Og taka brjóstið út? Já, og taka brjóstið út ef þú vilt. Það verður örugglega bara einhverju glaðir við það. Herri, ég kík í potið. Já, ok, takk. Laka til að sjá okkur. Já, takk. Ok, bye. Ég heyrði ekkert hvað Ég var að láta þið halda á að fara að tala við hana. Ég heyrði ekkert hvað þú sagði. Ég vilja bara, ég ætla að taka út með byrjast. En allavega, það er allir velkomin. Ég veit að þau eru, sko málega þetta er sama ég sagði hann, fólk er voða kurteist og almennt, ég hef oft borðað hann að Kaffi París, en þetta hefur bara verið eitthvað svona óheppilegt atvik sem er átt í stað. En þau var alltaf voðalega ljúfar við og þú mátti taka út af brjóstið þó þú væri ekki með barnaði. Já. En herðu, ég er hérna með hraðaspurningar. Það er svona kall. Hvað segir þau? Ég ætla að mæta. Ætlar að tekla kallabrjóstið þér? Það er voða, það er segja sig. Ertu oft í svoleiðis flipi? Nei. Nei. Ég veit ekki að ég væri svona flipið, en ég er það ekki. Að tekna kallabrjóstið þér og svona? Já, bara eitthvað, þú veist, halda áfram. Talaðu eitthvað. Herðu, ég ætla að henda þér hraðaspurningum. Núna? Já. Ertu til í það? Hvað er þetta margar? Það eru bara einna nokkrar. Hvað má ég standa? Já, ertu hann stressuð? Já, bara, nei, Þegar þú ert sko bæði gestur og stjórnandi, þannig að ég var að muna það, ég hef aldrei látið á hraðaspurningar. Nei. Þannig ég ætla svona að leyfa hlustendum að kynnast þér aðeins betur. Ok. Ertu til? Já, ég er komin úr. Já, staðinu upp, komin á dúðnar. Herðu, ok, þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Notting Hill. Upp á hljómsveit. Rottweiler. Upp á sliði í ensku. Liverpool. Hvað kveikir í þér? Sjarmi. Hefurðu lamið eitthvað? Já. Hvað veistu, upp á sleikari? Ingvar, Fyndnasti maður í heimi? Þú. Hvað drekkur á djamminu? Rom og kók. Í svörtum fötum eða móti sól? Svörtum fötum. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýr er fyrir valinu? Froskur. Hefur farið í ljós? Já. Mundur þú leiki klámynd fyrir 200 milljónir? Nei. En fyrir 500? Já. Ertu með mörg pókafei? Við vitum það. Er mikið reynt við þig á djamminu? Nei. Hvað tekur í bekk? Svona 2 kúlur. 2 kúlur? Svona lóð og svo setur hann önnur svona lítil á hliðanar. Ætli sé 15 kíló eða 70, ég veit það ekki. Ok, upp á Steven Seagal bíómyndiðinn? Ég veit ekki. Fallegasti maður í heimi? Gaurinn sem leiki Kontakt. Ok. Hann er Ewan McCurkery. Ewan McGregor? Nei, eitthvað McCurkery. Ég veit hver það er, ég veit hvernig hann lítur út. Ok. Hann er svona kjálkabein og ljósarir. Ok, fallegasta kona í heimi? Mamma mín. Hefur þú farið í sleik við eldri mann? Já. Ok. Vó. En margt þarna var bara bull, sko. Nei, ekki fyndnastur, ég var mjög ánægð með það. Já, þú. Það var að segja það sé lígi. Nei, það var eina sem alveg satt. Herðið maður sjá. Rottweiler, hvað kom? Já, ok, þannig að gott lögðarskvöldið hjá þér var að setja Rottweiler í gang og vera með eitthvað sexy frosk. Það vortu góð. Sexy eldri frosk. Já, sexy eldri frosk og Rottweiler í botni. Þá erum við búin að kynna stöndu svo aðeins betur. Fáum Crawling Back to You með Dóttir. Crawling Into You.
Nei, crawling back to you áttu þetta vist að vera. Afsakið þetta. Svolítið dónalegt, crawling into you. Já, kannski bara inn í herbyggið eitthvað. Into you. Það kannski verra en þeirra hlusta hérna á FM 95 Blu og hún situr hérna beint á móti mér, hún Anna Svava. Og í rosa stuði. Já, það alveg mánudagsstuði í okkur sko. Já. Hvernig var helgin þér? Helgin var rosaleg. Þú varst ekki að skemmta á stóra sviðinu með Ísland og eitthvað? Jú, 2 sýningar og 1 á öðrum stað á meðan og náði svo koma tilbaka og neyja mig. Ertu að verða eina af þessum stærstu bara að því þessu bransaða? Herðu, ég... Bara á stóra sviðinu og... með stand up. Já, ég er leikona og ég er fyrst sinna að vera á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Ég veit ekki hvað stóri ég er þá. Já, þetta allavega, þú ert nú svona með þeim finnari. Allavega, mér finnst þú svona eina af þeim finnastu, sko. Ég ætlaði að segja finnasta stelpan eða bara finnari. Bara, þú veist, mér finnst þú mjög fyndin. Sem stelpa eða bara sem manneskja? Bara sem manneskja. Ég er ekkert að fara að skipta þessu í stelpur og stráka hérna. En, sko, að því ég... Drepin, sástu svipinum? Já, ég bara þorði ekki að segja alveg, bara af öllum. En hérna, sko, ég er náttúrulega alltaf að vinna bara pungum hérna. Þetta er svona nettur pungaþáttur og það er erfitt að fá stelpur til þess að vera gestastjórnendur á föstudögum til dæmis. Þú ert eina af fáir sem segir, þú veist, ert alltaf til, en það er svona opinn og orðhess. Þannig að ég ætla að svona fá þitt take á það sem við höfum verið að ræða hérna og við vorum að ræða til þess að föstudaginum turn-off. Já. Hvað finnst þér svona mesta turn-off við karlmenn? Sko. Við fáum nú svona hvern mann til að tala inn í þessu þætti. Já, nú ætlum ég að segja ykkur hvað það er, strákar mínir. Þið þarna úti? Nei. Þið strákar þarna úti? Mega skvísan og annars að vera að fara að segja ykkur hvað sé mesta turn-offið. En það orkar samt tvímælis það sem ég ætla að segja. Okay. Af því að ég ætla að segja sjálfsöryggi, en það er samt líka turn-on. Ok, viltu meina sjálfsöryggi sé turn-off? Stundum þegar það er aðeins svo mikið. Já, menn sé of mondni, mennur þau? Já, svona of mikið að selja sig, sko. Nú ætla ég að segja svolítið sem ég má ekki segja, en ég hitti ungan fallegan mann helgina. Okay. Sem ég lenti á spjalli við og nú drepur hann mér. Þú vart ekkert að nafngreina hvort það er? Nei, en hann var svona eitthvað að sína með síma sinn og svona óvart byrja að fletta á myndum sem að... Var hann að sína síma sinn? Já, hann var eitthvað að sína mér eitthvað mynd af einhverjum krakka eða eitthvað, ég man ekki. Þú veist, sem hann átti ekki sem systir að sá. Var hann farin beint í það bara? Serðu eitthvað systir mín að fallega krakka, ég elska hann að krakka. Og svo svona fléttan og svona, þetta er ég að flippa eitthvað að taka myndir af hann ber ofan og byrja að sína mér myndir af hann ber ofan. Og mér finnst sko, þú veist, og því að þessi gaur tiltekni er mjög fallegur maður. En þegar hann vissi af því og byrjaði svona að sína mér að hann vissi það, þá fannst mér það ekki beint. Nei, þetta er líka sko, veit ég hvað strákur þetta er það? Tekki þetta? Já, ég skal segja þetta. Hvað það? Ok, ég sko, þá ætla ég satt að fara að valja, en það er samt sko, það hört með símaðinn og ert eitthvað að tala, já, hérna ég að dutta með dóttir Mæju systir, það er Mæja systir mín sko, svo bara, ups, ég ber ofan, hvaða djöfis kjaftaði þetta maður, svo heldur að vorum að fletta myndunum eitthvað, nei, hvað er þetta alveg, 5-6, Jesus maður. Þetta voru bara 2. Já, ok. Og svo er ég líka bara svolítið að stríða þarna, turn off, já, er hroki. Já, hroki, það er turn off, já. Já, og þarna, og svona tala pening og þykjast að vera svona betri en maður er. Já, þetta er allt eiginlega svona bara hroki sem ég er að segja. Já, þú vilt ekki hrokafulla menn? Nei. Nei, en það er líka, eru menn í því þegar eru að reyna við, eru að segja hvað er eiga pening og svona. Kemur það alveg fyrir? Já, ég var alveg lent í svona, hvað, veistu, ég er óslega góður vinnu og ég var alveg fengið töluna, sko. Nei, ok. Já. Já, við erum misjannir eins og margir. Já, þeir eru það. Ég kannski fer bara vill og skemmtistæði. En er ekki, sko, samkvæmt listanum sem við vorum að ræða hérna föstudaginn, þá var, eitt stærsta turn-offið var andfíla. Ég verði að vera pínu sammála því. Já. Þú kippir ekkert við það, þið er alveg sammála. Nei, ég man bara ekki eftir að hafa verið að tala við strák og... Hans andfól? Nei. Þetta er greinlega ekki algengt vandamál. Nei, þú ert greinlega heppin með hann eru mennan tannbursta sig, við tekja á svona. Já. Ok, hvað meira? Spennandi. Of þungur, andfíla of þungur, ef hann reykir. Hvað finnst þér um það ef að kalla maður reykir hana? Sko, að reykja og vera þungur og andfíla og bla bla bla. Ég þarna... En þú sem manneski, finnst þér ógeðslegt að fólk reykir? Fólk gerir bara það sem það vill. Og þarna... Þú veist, já, eins og ef einhver... Ég myndi ekki segja bara, nei, hann er of feitur, ég ætla ekki að vera með honum, eða hann er of mjór, ég ætla ekki að vera með honum. Nei, það er... Ég held að, sko, þú ert svona mjög ósjálfó týpa. Ég er svona smið þekki þér. Þannig ég held að þú myndir aldrei dræma einhvern mann hvort sem hann væri svo þungur og grannur. Þú myndir alltaf kynnast honum. Já. Og
þá myndi ég dæma hann virkilega. Já, ég skil. Þannig að það sem að menn eiga ekki að gera, þessi 20 mann sem eru búin að bóka þig síðustu 4 ára á Facebook. Já, og þessi 15 sem eru búin að reyna við mig síðustu 6 árin. Já, þeir ekki að vera með hroka, þeir hittið stórleikunna Önnusvöfu. Það við ætlum að fá auglýsingar og koma svo aftur. Þú ert fáiði. Heiðar Austmann í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58 12345. Nú getur fengið stóra pizzu með 2 álagstegundum á einungis 1590 krónur ef þú sækir. Þetta gildir alla daga, alltaf. Dominos 58 12345. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890. Castello, ekta eldbakaðar pizzur. Sky Agency í samstarfi við Burn og Dominos kynna. Eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto í Vodafone höllinni þann 10. mars. Tryggðu miða strax á miði.is. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Hver munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökudagar á öllum stöðum Ritzó. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Ringdu núna í síma 5777000. Ritzó pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking. Damn, I look just like my fucking Lil Wayne með lagið Mirror. Hún situr hérna á móti mér, hún Anna Svava, og hún að fara að fá það verðuðaverkefni að taka að sér netmisnotkunna. En svo alltaf á mánudum að þá förum við Björn Bragi í netmisnotkunna, og ég ætla svona að sjá bara núna, Anna, hvernig þú spjaraði í þessu. Hvernig hefur þið gert þetta? Við höfum alltaf dreigið og Óli Geir hefur verið rosalega óheppinn. Við höfum farið svolítið í Facebooki hans. Þannig að maður sjá, ég ætla að draga, já, það var Óli Geir. Ok. En ég meina, leiklesið textan eða bara lesið hann? Við svona leiklesum hann, sko. Já, ok. Já, það var, hvernig verður nú að fá leikkonun í það? Já, ég veit ekki. Þannig að, ok, þá átt að lesa þetta svona eins og heldur að hann sé að skrifa þetta, skilur. Já, ok, ég Óli Geir. Já. Þið þekkja hann svo vel. Já. Þannig ekki eins og búin samþykja mig á Facebook. Já, eru það ekki vinnir? Nei. Ok. Ok, hann skrifaði hérna, ég má bara gera hvað sem við síðan hans. Já, bara segja okkur, hvað að gerast? Já, Óli Geir inn á Facebookinu hans og svona. Heyrðu, Óli Geir, fyrir 17 klukkutíma síðan, þá skrifaði hann status sem svona: My name is Johnny Blaze og ég glataður. Fór á Ghost Rider bíóan. Hvað djók í gangi? Vá, hvað var ekki góð. Nachos, ég var samt gott. Smælkall. Ok. Náði honum. Já, þetta var fallegt. Þannig að hann fór í bíó, myndin skelfileg, en Nachos var gott í honum. Veitu, heiti myndin My name is Johnny Blaze? Nei, Nicolas Cage heitir örugglega Johnny Blaze í myndinni. Já. Ok. Já, Ghost Rider. Já, fór Ghost Rider. Vá, ég tók það ekki eins og ég var að lesa. Nei. Ok, þá veitum við það, þetta ekki góð mynd. Já, allavega Óli Geir gefur henni ekki góða dóma. Já. Nú held ég með honum, þannig að allt sem hann segir rétt. Það rétt ok. Herru, svo rétt áður en hann fór í bíó, þá skrifaði hann: Ásdís held ég kærastan hans. Það kærastan hans, já. Ásdís búin að læra Sims tungumálu, Ásdís búin að læra Sims tungumálu utan á. Hún sagði maður: veistu hvernig maður segir halló í Sims? Kekkjuð, besta gjöf sem ég gefið henni, víst. Hingur alveg í sig, rosa fínt, smælkall. Þetta sko, spilað þú Sims, eða? Nei, en er það ekki svona raunveruleika? Já, tungumáli það eitthvað öðru í sig heldur en hjá okkur innum með það?
Hvað meinarðu? Ég getur þetta að ringja í Óla maður. Þú veist, hvað, Sims tungumáli, það ekki bara, er það eitthvað spes tungumáli? Já, veistu hvernig maður segir halló í Sims? Halló? Nei, ég veit það ekki. Hann vil samt meina að þessi besta gjöf sem hann hefur gefið henni, það Sims-leikurinn. Út af því hún alltaf í tölvun og tala aldrei við hann. Já, ég veit það ekki. Cozy, ok. Ertu með eitthvað meira á okkur? Já, það svolítið langt síðan að skrifa þetta en ég bara svo ógeðslega forvitin að skrifa hérna Knife Party í 2 orðum, Knife Party með stóru sem geti þá verið kannski hljómsveitunafni eða eitthvað og svona týputur og sem þýðist sem hnífapartí og svo fólk að kommenta eitthvað svona blablabla og einn segir, Óli segir allt í hennu setna, held að það sé ekki allir að fatta hennar status og þá segir Axel, já EP, bannstrykki ENN Eppin þeirra var sjúkur Eppin, ég skildi ekki er það íslenska? Er þetta EP-in þeirra var sjúkur? Já, þú skilur ekki hvað þeir eru að tala um? Nei, ég skilji. Svo sé ég hann líka bara að leggja bílnu sínum illa svalt. Já, þetta miður götu bara. Hann tekur svona sögða. Hann fokkin ólíkir. Ég veit það, like a boss skrifaði Aron sko. Það hann leggur bílnu sinni svona eins og margir á Sauðárkróki þeir voru nýkonum með eitthvað geðveika felgur og svona bílana og voru á rúndinum. Þá lögðu þeir oft svona á skaffinningaplaninu að því að búðinni lokaði klukkan 6 og lögðu þeir bílnum alltaf svona ská þannig að allir sem voru á rúndinum sáu bílinn, skilur við. Og komast allir framhjá samt? Já, fórum bara svona framhjá hann. Þá var bílinn svona ská og sást í felgurna, sást voru filmur í honum. Óli gerir náttúrulega með bæði sko álfelgur og búinn að filma bílinn sem fyrir allan peninginn. Í Njarðvík. Já, hann veit alveg hvað hann að gera þarna sko. Ertu með síman hjá honum? Já, hvað viltu ringja hann? Já. Ef að tjekka á honum. Mér er að spyrja hann hvað, út af því að svo segir einhver hérna, eitthvað Knife Party, Legend. Legendary. Nei, ég hef aldrei farið í Knife Party, það er bara þannig. Herru, ætlum að ringja hann í hann. Einn skrifar, þú blokkaði mig á Facebook, nú dyrðu. Nei, það er ekki hægt, annars hefði hann ekki getað að skrifa þetta. Já, blokkaði hann? Það er ekki hægt, ef hann hefði blokkað það, hann ekki getað að skrifa á vegginn. Spurjum Óla hérna út í Knife Party. Og ég vona svar. Party í ringingunars. Ég ætla að spyrja hvort það sé ekki búið samþekja mig. Óli? Halló? Óli Geir? Já. Hvað segir kallinn? Kallinn fín. Nei ekki, herðu, Öddi og Anna svo hérna ringiðu byrni. Já, hæ. Þú lendir í netmisnótkunnin okkar. Nafnið þetta var dreigið hérna upp. Þvílið dóðabinn. Herðu, akkur ertu ekki búin að samþykja mig á Facebook? Herðu, ég bara var startað með það. Já, 2 klukkutíma síðan. Í alvörunni? Herðu, ég bara ekki búin að vera á Facebook síðan 2 tímanum. Hvað ert inn í einhverju dósóli eða? Voða það heyrði skrítið þér. Nei, þetta er hérna í dag. Er þetta Nokia? Herðu betri mig núna? Já, aðna ertu komin. Annars var það mjög forvitin hérna þrennt. Eitt alltaf ég reyndar að byrja að spyrja þig. Sims tungumáli sem Ásdís kærastæðin er að tala núna, er það eitthvað öðruvísi en venjulegt tungumáli? Já. Hvernig talar í Sims? Ég veit það í líki sko, þetta er bara eitthvað svona lala, eitthvað svona mál eitthvað. Hvernig segir maður halló? Ég var ekki alveg að segja það sko, ég var ekki alveg að hlusta sko. Ok, byrjar hann þá bara að tala eins og barn, eða? Já, eitthvað svo leis. En okkur er gott að kæristinn er alltaf í tölvuleik? Æ, þetta var nú ekkert... Jú, greinum hennan status, greinum hann. Það er bara eins elskulega og hann er, og það er bara fín, skilur þú það? Já. Get ég farið í FIFA eða eitthvað? Getur kallinn aðeins slakað á? Hvað, erum við 2 sjóarp? Þetta er að skynja með hana. Erum við 2 sjóarp? Já, bara ég er í FIFA í sjóarpinu og hún er bara í fartölunni í Sims, það er rosa gott. Já, í fartölunni, auðvitað. Herri, svo var eitthvað annað sem þú vildi vita annars var þetta með þetta hvað Knife Party. Já, hvað er hnífapartí? Mér langar svolítið eins eða ekki? Knife Party eru hérna nú bara DJ-ar sko, það er ekkert eitthvað partí sko. Nei, ok, ekki einhvað svona fullt af hnífum og allt í rugli. Nei, það var ekki allir að fatta. En veist hvað ég hugsaði í alvörunni, þetta var eitthvað svona kokkapartí. Já, ég kom inn út í það bara eitthvað. Já, bara eitthvað. Ramsey hérna og... Heldur Óli ekki að sé að kokka. Ertu að elda sjálfur, Óli, eða? Já, ég og formann hérna. Já, hendur í hann. Já, hann er góður. En svo sáum við líka hérna svona í lokin, þú varst ekkert rosalega ánægð með Nicolas Cage, en Nachos var gott. Já, ég fór á hana í gær, ég var ekki, þetta var bara djók, sko. Þetta er eflaust gott fyrir einhverju aðna, sko, einhverju sem vil. En þú varst ekki sátt við hana?
En byrju, eitt viðbót, ég ótrúlega forvitin þetta í alvörunni. Hvað EP_ENN, eppin þeirra var sjúkur? Hvað segir? Axel Elíksson kommentar á þig, hérna á DJ-an hnífapartíið, gaurana, eða gellunar, ég veit ekki. EP-in var sick. Hvað Epin? Það svona eppilókur, svona síðasta DJ-lagið. Ég þarf eitthvað að kynna með þetta, ég ekki búinn að skoða kommentin hana. Nei, ok, það náttúrulega nóg að gera á kallinu, hvað er þetta að gera? Þetta mjög gammal status, þú veist, hjá mér, Já, ég var bara fórhætt. Þótt hann sé 5 daga gammal, þá. Það er mjög langt síðan hjá Ólafgeir. Við það er búið að gerast mikið á 5 dögum hjá honum á Facebook sem að hendi þessu. Mjög mikið. Mjög mikið. Herru, Óli, alltaf gaman að heyri þér. Við tjekkum betur að þér. Ókænur, bye. Hvað varstu búin að fá að forritnast þetta? Þetta var ekki hnífapartí. Mér finnst það náttúrulega skemmtilegur en Óli Geir. Óli eðaldrengur og mjög hress. Með hvað lagi hélstu Eurovision? Ég var bara, var þetta ekki bara því ég var út í útlöndum eða eitthvað? Magni, Hugaró, kannski, ekki Eurovision lag en samt falletla. Ég er enda hérna þessu lag. Ég heiti Magni þetta kvöld. Já, var hann söktur? Nei, ég var að skemmta í Sælabankunum og hann fór að spila þar eftir og hann var bara í rosastuði. Já, hann hefur ekkert verið tapsar. Nei, þetta er líka, þetta er eins og Pétur kom inn á daginn, hann hefur tekið oft þátt og svona, kann allar, reglur og hvernig á að haga sér eftir svona keppni og svona. Já, allt í nöri núna, var það hann? Nú, var það ekki hann eða? Ég veit ekki neitt sem ég er að segja, ég svafst lítið í nótt. Nú, okkur svafst lítið í nótt? Ég var eitthvað stressuð og vaknaði bara óvart kl. 6. Já, og gæst ekki alltaf áfram og svo? Nei. Hvernig ert að vakna svona á dagstæla? 9, hálf 10. Já, það er kósi. Já, við mæti heldur vinna 10. Já, þægilegt. Hvað ert að vinna þér núna? Hvernig venjulegu dagur það er hana? Já, ok, vakna, áver mætti eitthvað 10. Í hverju sefuru fyrir hlustendur? Ef ég stundum í náttbuxum og hlýraból, eða bara náttkjól. Já, svona barnalegum einhverjum, svona hestum á eða eitthvað. Nei, bara svona bleikum einhverjum. Ok, er það að reyna að vera sexy í þú í honum? Nei, bara svona, dúllan. Já, og svo vakna ég, borða morgumat, fyrir styrstu, borða morgumat, svo kemur fólk heim til mín. Hvað er það að borða í morgumat? Bara bjömmjólk eða svona, eitthvað svona ávaxtadrasli shakeinn hana. Já, byrðið til þinn eigin búst? Já. Já, ok. En það er bara allt svona frosið tilbúið. Já, ég skilja. Ég er ekkert að gera... Þú ert ekkert að saksa þetta niður sjálf eitthvað? Nei. Byrðið þið á foreldriðinum? Nei. Stuður. Ok. Já, svo bara er ég bara ofta eitthvað, ég bara svara tölvupóstum og eitthvað, tjekka í símann og eitthvað svona. Og svo... Þú ert ekki með neina 9-5 vinnu? Jó, 1-5. 1-5 vinnu. Koma hægósaliðið. Ok. Og við erum að skrifa til svona 5. Já. Svo fyrir hátíð fyrirgjari og stundum á fundum. Ég er mjög mikið á fundum. Ok. Og svara símtölum. Og svo er ég búin svona að vinna 5. Þá fyrir ég kannski einhvern annan fund og ég myndi segja að ég væri að vinna til svona 8-9. Á kvöldin? Já, og svo er ég líka alltaf að vinna helgar. Þannig ég má sofa til kortur í 10. Já, auðvitað. En veist það sem ég var basically að spyrja, þú ert ekkert með einhver svona fasta 9-5 vinnu, skilur? Nei, ekki fasta 9-5 vinnu, nei. Ég vinn bara hjá sjálfur mér. Já, sem er þægilegt. Já. Þannig að þú getur verið í þessum sexy náttkjólðínum til 10 á mótana og hent svo hér gott búst og farið svo út. Já. Herðu, fáum auglýsingar. Fjölskyldutilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum, miðstar hvítlauksbrauð, stór brauðstangir og 2 lítra gos á 3,790. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia. Lakkeról slættir úr körulunum. FM 95 Blö á FM 95. Keira heim og er að spá í býtu hvað sagði Ólafur Ragnar Grímsson eða ætlar hann að halda áfram eftir einhvern langdrygnasta blaðamannafund seinni ára hefur ekkert góðn í ljós. Hann ætlar að gefa svar í lok vikunar og svona með að við status og annað á Facebook og þá var þetta vist eitthvað hrikalega langdrygið hjá kallinn. Já. Hann svona, þú veist, hann handar ekkert aðtekli hann, Ólafur.
Nei. Þetta góð maður, hann búinn að standa sér fínt sem fórseti, ég er ekkert að rakka niður. Nei. Það eins og, allt sem hann tengist einhver svona stórum ákvörðunum hjá honum, hann mjólkar þær. Já. Hann bara svona djöfull að láta þjóðuna núna fylgjast með. Já, en hugsaði blaðamennina sem hafa þurft að vera þarna. Það er miklu betra að horfa bara fréttar klukkan 7. Það var búið að klippa þetta allt saman. Já. Það var að horfa á þetta í beinni á Vís. Ég er líka ekki það spenntur yfir þessu. Bara svona, hvað er þetta? Ég verði að horfa á þetta í beinni Vís. Ég er eiginlega bara alls sama, já. Já, það var sagt, ég sá árið nokkrir blaðamenn átnir eins og Tom Hanks í Castaway þarna á Bessastöðum. Hann var búinn að vera svo lengi að þessu. Það var bara komið skegg og menn byrjar að tala við frisbítiska og eitthvað. Pissubollur. Já, bara mikið í sig bara. Þetta var eitthvað virkilega langdreið, en ekkert kom út úr þessu. Nei, hann er bara að kaupa sér tíma. Hann tala við okkur aftur eftir nokkra vikur og það verður eitthvað gott partí þá. Þjóðin stendur á öndinni. Vilt þú hann halda áfram? Herru, býtu, þú ert alltaf að spyrja mig. Ég ætla að spyrja 2 spurningar. Af hverju ertu í þessum ból og lýstu honum fyrir hlustendum þínum? Af hverju er ég í þessum ból? Já, segðu hvernig hann er. Þetta er guðfabólur. Já, segðu mér af hverju fórst í hann morgun. Hvað hugsaður? Bara mér finnst hann flottur. Hvítur með guðfá og eitthvað svona nett flip í honum á mánudagur og sína ég sé bara, góðskapi. Ég veit ekki. Og hvað varst þú að gera klukkan 2-3 á föstudagskvöldi nóttina? 2-3, já þegar þú varst að beða mig að koma að djama með þér. Já, nei, ég var að leiða heim til mér. Nei, í hvað búð varstu? Ég var ekki í búð, ég var á Subway. Ég varst á Subway? Ó, ég held að það hefur 10-11. Nei, ég var á Subway að fá mér eitt sub á leiðinni heim. Og með hvernig varstu? Ég var bara einn, ferskur. Ég fór á Ímark hátíðina, kíkti svo út á lífið en nefndi ekki á fylleri með nokkrum félagum mínum. Þannig ég stakk af, fór upp í leigubíl klukkan 2:30 og fór bara heim. Fyrst á Subway? Fyrst á Subway, það getur Subway með mér heim. Býtu. Nei, ég er ekki með fleiri spurningar. Já, þetta var eina sem hún vildi vita, hvað ég var að gera á föstudaginn og af hverju ég er í guðfabból. Hvert fórstu að djamma? Á föstudeginum. Ég var á Ímark hátíðinni. Eftir það? Á Austur. Ok. Það fóru sérst allir þar yfir. Þessi guð. Svona eftirparti. Já, ég er enda veist það. Ég er algjör plebbi, sko. Já. Þú veist, þú getur lesið með eins og opna bók. Ég kíki á Austur og B5 og og svo Prikið, Vego. Nei? Jú. Vá, þess vegna hefur aldrei hitt á djáminu. Já, hvað erst þú? Næsta bar og... Já, þannig... Herru, þú settir status á Facebookið þitt, FM95 blöð núna, einmitt, og það komið alltaf einhverja 2-3 listaspýrur sem að voru ekki að fara að hlusta þig. Takk, en nei, takk. Já. Hvað er djamið þig listaspýrunar? Við meira svona törum saman, skilur, á Ölstofunni og næsta bar og hérna. En ég fyrir reyndar stundum á Dillon. Já, ok. Já, þegar Andri er að spila. Gæti þetta útskýrt hjúskaparstöðina, þessi djamstæðir? Heldur þú að maður kynnist einhverjum á Austur? Nei, þetta er ekki, ég er að stríða þér. Það er ekki eins og ég geti verið að rífa kæft þetta. En annars á að það er búið að vera hrikalega gaman að hafa þetta með mér í dag. Gaman að vera hérna. Og já, við verðum mættir þetta morgun í oss eppi. Það eru líka á leiðinni til okkar góði gestir. Þorvaldur Davíð mættir á morgun og Marja Birta. Þorvaldur Davíð svo hot í myndinni Svartur leik. Já, og þetta er allt í tilum með því að svo mynd verður frumsýnd á 50. Þannig að fylgist þið með okkur á morgun. Rikki G, rétt og mættur. En og eftir annað, hrikalega gaman að hafa þig. Alltaf hress og skemmtileg. Og þeir strákar hann úti, hún er á lausu og er að taka við pókum. Endur þetta á Drake og Rihanna. Take care. Þetta á með þess að vel við. Take care, Anna. Orðnir 10. Ávallt ferskir. Dílar.is í dag. Örvandi gel frá Adam og Evu á aðeins 1290 í stað 2492. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Smass er glæný þáttaröður frá Steven Spielberg og framleiðendum Chicago og Hairspray. Dramaþáttur af bestu gerð. Smass hefst mánudaginn 5. mars. Smelltu áskriftin á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Árið 1909 var Eiffel-turnin hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust.